En góðan daginn, gaman að sjá ykkur þá sem ég sé náttúrulega ekki alla, en að vita af ykkur þarna einhverjum úti. En ég heiti Margrét Algeirsdóttir og er kennari í Oddeyrarskóla og er að kenna núna á unglingastigi. Hef verið að kenna á öllum stigum í rauninni, byrjaði á yngsta stigi og miðstigi og unglingastigi og ég reyndar að fara að breyta starfi næstu viku, þá verð ég deildarstjóri, þannig að þetta gerist hratt hérna á eyrinni. En allavega, ég ætla að kynna fyrir ykkur forrit eða app eða hvað sem við kallum sem heitir Miro. Og málið með Miro, ég ætla að opna á hvort ég geti deilt með ykkur skjánum. Sjá hvort það kemur. Kemur hann hér? Er hann hérna hjá okkur? Já, flott. Ætla ég mitt að bara að gera hérna. Þannig að við sjáum bara þennan hennar skjá. Nú erum við semst inn í þessu Miro, en það sem ég ætlaði að gera fyrir viku síðan var að kynna þetta sem heitir O-app, sem einhver hafa kannski séð inn á dagskráni, en bara í síðustu viku þá fekk ég póst frá þessu O-appi og þeir sögðust vera að leggja það niður og ætla að sameinast þessu Miro. Og ég bara vatt kvæði minni kross og fór að læra það á Miro aðeins, en þær hafa svona svipaða fítusa og appið hafði, en til viðbótar margt fleira. En þegar ég fór af stað með það þegar ég var að leita, ég er að kenna stærðfræði á unglingastigi og ég var að leita einhverju sem ég geti notað til að útskýra fyrir nemendum. Ég er með bara sjónvarp og ég er með tölvu með penna og ég er með litla tústöflu og oft maður í stærðfræði þá maður stundum að leggja eitthvað inn og stundum maður að gera aðra hluti, en svona þegar maður var að leggja inn þá fannst mér svolítið vont að ég hefði lítið pláss og sneri líka baki nemendur ef ég var að útskýra fyrir þeim. Þannig ég hvað get ég fundið til að nota. Og líka fyrir nemendur að það sem ég var að útskýra gat ég líka tekið upp og þau geta það hort á aftur seinna. Útskýringar á einhverjum reglum í stærðfræði eða útskýringar á einhverjum dæmum eða hvað sem það var. Og þá fór ég og fann þetta O-app, mér var bent á það. Og eins og segi, þá þetta búið að breytast yfir í þetta Miro, en fítusöndar sem að O-appið hafði bara svona rétt til að sýna ykkur, þó við höfum ekki mikinn tíma, að það voru þetta teikna, það var þetta strók út, það var að setja ramma, það var að setja notes og ég setti stundum eitthvað upp og notaði alla penna til að útskýra. Og ég gat það hort á nemendur og þeir getur hort á skjáin. Og ég gat svo eins og segi, tekið það upp, ég notaði bara skrýnkasti til að taka það upp og svo gat ég deilti með þeim bara á Classroominu, Google Classroom og nota Google Classroom til að halda utan svona þetta og þá getur þau skoða aftur og aftur ef þau vildu. Það sem ég var búin að fara yfir, eða náðu ekki, eða vildu rifja upp, eða hvað það nú var. Þannig að þetta fann ég, og nú sé ég að Miro hefur allt þetta, en það hefur reyndar miklu fleiri hluti. Og þið sjáum nú bara þetta svona einn skrínskot af því sem að þessu O-appi. En nú erum við inn í þessu Miro, og Miro óendilega stórt borð og nú bara sýna ykkur hvernig það lítur út. Það þarf ekki að vera svona rammar, það þarf ekki að vera svona línulegt, það þarf ekki að vera hver rammi fyrir sig svona í röð. Ég get ákveðið að taka bara þennan ramma hér og ekki rammar, ég ætla að taka innan orðinu, ég ætla að taka ramman sjálfan, svona. Ég get ákveðið að hann sé hér og þessi sé hér. En svo þegar ég fer svo að kynna kynninguna, ef við vil nota þetta sem kynningu og að fara frá einum stað til annars, þá get ég ítt kynningu og þá byrjar hún hér og ég ítt á næsta og svo fer hún bara næsta, alveg sama hvar hún er. Þannig ég get ráðið svolítið hvar í borðinu glærurnar eru og svo fer hún bara að finna næsta. En og svo get ég bara farið úr þessum sýningarham. Ég ætla aðeins að sýna ykkur aftur. Og síðan og borðið þannig að ég get náttúrulega bara haft óendanlega möguleika og farið allt og gert það sem ég vil.
En til að rétt að sýna ykkur hérna stikuna, aðgerðastíkuna sem hérna vinstra megin, þar eru svona alls konar möguleikar. Ég nota kannski pennamest, þar er þetta að nota penna, þar er þetta að nota yfirstrikuna penna, þar er þetta að búa til svona form, strók út og hafa mismunandi breytt, bara eins og öll þessi svona teikni forrit gera. Mér finnst þetta reyndar rosalega sniðugt þetta hérna, þar sem að ég gat ákveða að teikna kassa, hún vill ekki gera það núna, ég loka kassanum og hún svo aðlaga það bara og gerir kassa fyrir mig, hún teikna bara eins og ég vil gera það. Eins og sést hérna, ég held að þessi geti gert þríhyrning líka og þá gerum hún bara fallegan þríhyrning. Þannig að það eru alls konar möguleikar. Sjá. Og eins og ég bara nota penna og ég get þá sagt hérna bara ég eru pluss 2a og svo pluss 1 eða hvað sem ég að gera. Og ég get þá alltaf strókað út. Ég get tekið þetta upp eins og segi eða ég get hérna látið þau líka fá þessa kynningu. Ég get exportað henni hérna uppi. Hérna uppi er svona exporttakki og ég get líka deilt þessu með þeim. Þannig að það eru svona allir möguleikar. Ég sýni ykkur kannski aðeins betur eftir. En svo höldum kannski aðeins áfram. Ég ætla að sýna ykkur, maður sjá, það var hérna. Já, ég er búin að fara í þetta hérna. Svo ætla ég bara að fara í hérna. Finn ég næsta, ég get annarkvort farið út og fisjað út eða ég get haft þetta svona í röð eins og ég er búin að hafa þetta. Það er alveg allir möguleikar. Einn af möguleikunum er svona hugakort og það er það sem að ef einhver hefur skoðað vídeóin inn á síðunni, þegar ég setta heimasíðuna hjá mentabúðunum, þá var þetta svona einn möguleikin, þetta mindmap og það er að gera alls konar hluti. Það er að finna þau hér í stíkuna, ef þetta er ekki hérna í stíkuna þá getur bara leitað að því hér, það eru alls konar viðbætur sem þetta bæti við og bæta því bara hérna inn í stíkuna og ég get ráðið hvar þetta hugakort er, ég get valið að bæta við, ég get ákveða okkur hrissa passar ekki með fólóta hesti, það passar með kýr og ég get fært það til og ég get breytt litum og ég get gert alls konar. Þannig að þetta gefur svona skemmtilega möguleika. Og eins og segi, ég get farið út fyrir þessa ramma, ég þarf ekki að vera með þessa ramma. Hérna er ég búin að setja bara inn heimasíðuna Mindmap, þar sem að hún er bara hérna inni og bara bæti ég henni við. Og það er inn á einu fítusunu hérna, ég ætla bara að bæta við Webpage Capture og þá kemur þessi síða og þegar ég ýta á hana þá get ég opnað hana. Og þá opnast hún. Þannig að það er svona alls konar möguleikar. Og, maður sjá. Akkurat, svona og ef þið sjáuð inn á síðunni þá er þetta Mindmap vídeó inn á síðunni, heimasíðunni og þá er þetta að skoða hvernig er hægt eða fleiri möguleika. Eins og segi, það er hægt að deila með öðrum, ég get deilt með nemendum og ég get deilt með samstarfsfólki, við getum ákveðið að einhverju ákveðni nemendur eiga að gera saman hugakort til dæmis og þá getum við sett á hérna og birtast þér hérna og ég get deilt með þeim hérna. Ég get annarkvort deilt með þeim ákveðnum, bara eins og maður gerir í hérna Google, deilt með ákveðnum aðalum eða ákveðnum hópi eða bara allir sem hafa þessa slóð. Og þannig geta þeir komið inn í skjalið, hvort sem heldur sem áhorfendur eða sem þáttakendur í því sem er verið að gera og hvort þessi svona hugakort eða svona skyggnugerð eða hvað sem það er, að þá getur mann tekið þátt. Það gefur alla möguleika og nú bara setti ég að stað hérna, þegar ég sótt þetta, færðist yfir og appið og færðist yfir í Miro, að þá gaf Miro mig möguleika að vera svona education hérna, aðili og ég þurfti bara að sýna þeim heimasíður Oddeyrarskóla og svo er ég núna komin inn í þann hóp og nú geta nemendur í Oddeyrarskóla fundið Miro Oddeyrarskóla ef þeir vilja taka þátt í. En eins og þá er náttúrulega við erum bara að byrja að prófa þetta var bara síðustu viku sem þetta var að breytast. Þannig að eins og þá er ég bara, hérna, er ég einn kennari sem er að gera þetta núna. En hérna, hver veit hvað verður seinna. Mér líst allavega mjög vel á þetta og ennþá get ég gert það sem ég vil gera, taka upp sína nemendum og allt það.
en þetta býður upp á marga meiri möguleika. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna. Þetta svona template fyrir svona vinnu með hópi. Hérna eru svona post-it miðar. Hérna get ég sótt inn í stikuna, aðgerðastikuna, get ég sótt þessi template. Þetta mismunandi template fyrir bara hvað sem er. Ég að skipuleggja fund, ég að skipuleggja einhvern viðburð, eða ég að búa til skema fyrir strúktúrinn í skólanum eða hvernig sem það og maður getur sótt það sem maður vill og getur auðvitað breytt og gert alveg það sem maður vill. Og hér til dæmis einhverjir miðar og inn á miðana get ég svo sett svona, hvað þetta? Svona tags eða taggaða við, þannig að allt það sem tengir sem ég á að gera merkt með mér, eða eitthvað annað sem merkt mikilvægt, það getur merkt mikilvægt og svo get ég tengt á líka saman með þessum örfum og hérna get ég bara ákveðið hvernig þessi örfa líta út eða ég get ákveðið að breyta bara og hætta við og þetta sé bara hingað í staðinn. Allir hlutir, myndir, post-it miðar, hugakort eða hvað sem eru með svona hlekkjum, þannig ég get tengt hvað sem saman. Og það gerir svolítið svona skemmtilega mynd ef maður vill gera eitthvað svona, skemmtilegt, annað hugakort eða svona skipulagsvinnu eða hvað sem maður vill gera. Og einmitt getur exportað í sem bara mynd fyrir sig, hver rammi fyrir sig, eða þá að ég get gert það sem heildarkynning ef ég vil. En þessi rammar, ég ætla að sýna ykkur, þeir eru hérna niðri í stikunni vinstra megin og þá get ég raða þeim upp ef ég vil. En eins og segi, ég er ekki bundin að ég gera rammana, en ef ég vil gera kynningu eins og ég að gera núna og hlaupa á milli rammana, að þá get ég sett þetta svona upp og ég get valið, gefið þeim nafn og sett á hvað sem ég vil, myndir eða vídeó eða eins og segi, hvað sem ég vil setja inn á hvern ramma fyrir sig. Hérna nú bara svona aðeins til að sýna ykkur möguleikana, setja post-it miðar, hér eru post-it miðar, sticky notes, allar þessar mögulegu litir, hér get ég sett inn ramma, mismunandi lag og allt þetta. Það er hægt að skoða þetta fram og tilbaka eins og manni listir, setja upp svona súluritt, hérna eitt skemmtilegu fítur sem ég setti hérna í horni, það svona athugasemd. Ég get komið sem athugasemd sem kennari inn í eitthvað sem nemendur að gera, segja, hérna skoðin og þetta eins, þetta rétt sem það að gera ef ég vil nota það þannig. En eins og nú ég kannski bara að nota þetta takmarkað og ég að læra þetta líka og ég vona að þið fáið eitthvað út úr því að skoða að sjá þetta og sjáu kannski eitthvað sem að þið geti nota meira. En allan mjög svona skemmtilegt verkfæri. Og eins og segi, ég þarf ekki vera bundin af þessum römmum. Aðeins að sýna ykkur hérna sem ég gerði, ef ég ýti hérna M á lyklaborðinu þá fæ ég svona lítið horn hérna niðri í gluggann og þá get ég farið ég get bara leitað því sem ég vil allt borðið. Borðið náttúrulega stórt og mikið og hefur óendanlega möguleika, þannig ég get farið borðið og eins líka stækka bara eins og maður getur gert. Sjá. Og nú sjáu þið bara stikkuna mína. Og eins og ég sýndi ykkur áðan hérna með möguleikana fyrir að deila annarkvort til að bara fá að horfa eða þá til að taka þátt. Ég ætla rétt að sýna ykkur hérna aðeins það sem ég var að gera bara með 10. bekk í morgun. Af því að ég eins og segi, ég með tölvuna, mér finnst gott að geta horft á nemendur, þau að fylgjast með eða þau að skilja það sem ég að gera eða hvað staðan fyrir að þurfa að standa við, það ekki ný vísindi, en ég var til dæmis að gera með þeim 0 regluna og fleira og ég var með rammana, sett upp sýnidæmi bara sem var í bókinni en svo bara krotaði út allt. Sjáðu, ég útskýrði bara og þá bara var þetta bara svona svo túrstablan upp á sjónvarpinu og ég var bara með pennan. Þannig að það er engin endimörk á þessu, þannig að maður getur farið og hérna ég búin að gera einhver svona grunna, einhver sem ég get gert, en síðan get ég bara krotað út allt. Þannig að þetta svona
Nú ætla ég að athuga hvort ég finni aftur kynningunni hérna. Nei, þetta var önnur. Æ, nú fer hann fyrir hérna nefnilega. Afsakið þetta, svona. Dettum við aftur inn í þessa. En eins og ég segi, möguleikarnir eru óþrjótandi, svona þannig, en hérna, og eins og ég segi, þetta finna alls konar bæði form eða munstur eða kalla eða fleira í þessu. Nú ætla ég að stoppa þetta hér. Sjá.